Actually, on behalf of SLW Bishop, we will National Journey taken with my company. Uppáhaldið mitt að gera er að bíða til tengiflugi. Ég er á flugvöllum í Berlín á Tegel sem er svona eins og risastór umferðarmiðstöð. Ekkert við að vera hérna. Bíða til tengiflugi til Vínar. Frá Vín verður síðan pikkaður bíll ekið gegnum Bratislava í Slóvakíu og til Nitra sem er borg svona klukkutíma inn í landið frá Bratislava. Svo er ég sko þreyttur, langar ekkert meira heldur en að sofa aðeins meira nema hvað ferðafélagið minn er síðan bara búinn að sofa í 2 klukkutíma þannig að mér virðist ekki mikið vorkunn. Þegar ég horfði út í bjóstektir við á austrísku flugfélagi að hægri vængurinn væri bara miklu stærri en sá vinstri. Það virðist ekki vera. Það er heitt hérna í Slóvakíu. Það var komin að fætur, það er komin tími að fara að koma sér að stað aðeins og vinna pínlítið. Ég er hérna á Hotel Autojas sem er hótelið sem við erum að gista á sem er pínu sérstakur staður. Það er hérna eins og þetta sé partur af einhvers konar ég veit ekki, bifreiðavirkjaskóla eða eitthvað. Það er eitthvað sem er merkt hérna skóladót og eru svona bílskúrar einhver. Annars er hérna keilubraut og tennisvellir og hver veit hvað maður. Já, fyrir aftan mig er hérna kirkja Sankti Mikaels Erkiengils eða eitthvað svolítið, ég veit ekki hvað maður segir. Þetta er hérna eitthvað eldgömul kirkja frá bara, sem nú stendur svona upp á hausnum mér. Hún er frá 10. öld. Þetta er svo skothríð eða sprengingar í fjarska. Jæja. Þetta er alltaf svona minjar hérna á svæðinu. Það er rosalega hvasst hérna, svakalega bjart. Það er samt sem á 34 stiga hiti og mikill raki þannig að það er rosalega heitt. Ég annars ekkert mikið þetta að segja sko, það er bara gaman að koma hérna, gaman að sjá þetta. Það er bara mjög gaman. Mjög gaman að koma til Nitra. Þetta er skemmtileg borg, þetta er víst elsta borgarstæði í Slóvakíu, skilst mér. Hér er bara búin að vera byggð frá því að fólk fór bara að búa einhvers staðar. Hér voru höfuðból einhverja gamalla furstadæma fyrir 800-900 árum síðan eða eitthvað. Þeir verið bara flett upp þessum sögulega heimildum, ég hef ekki hugmynd þetta sko. Ég hefði kannski átt að kynna mér þetta aðeins betur áður en ég fór að tala þetta. En það var gaman að koma þetta, eða kom mér rosalega óvart með sko Slóvakana og slóvarsku þjóðina, bara fólkið hérna allavega, hvað það er líkt okkur Íslendingum. Bara svona í háttum og svona skoðunum og svona. Þetta er svona, já, það er kúltúrin tengdari heldur en ég bjóst við. Já. Þetta voru hérna Svoradóva eitthvað hellarnir hérna réttur ofan bæinn af því það er ekki nógu heitt og erfitt að standa og vera til á jafnsléttu að það var góð hugmynd að fara að príla þetta eitthvað upp í fjöllin. Þá er labbið tekið upp í áttina að kastalanum í Nitra. Nitranski hrad. Svakalega flottur kastali frá einhvers staðar í kringum 1000. Það er allt verið einhvers staðar í kringum 1000 hérna. Og byggðsjötu er búin að vera síðan hún knows when sko. Við skilst að við höfum getað komist það inn og fengið bara að skoða okkur Þarna þetta er alltaf listað sem svona túristattraktion nr. 1 í borginni. Þarna skilst mér að sé núna bara biskupssetrið í héraðinu. Þetta sé ný notkun.
En það er óbúslega fallegt hérna í kring, fallega byggingar og öllu svona, já, ég veit ekki hvort ég sé fallega viðhaldið, stíllinn er glæsilegur. Og það er eitt af því sem ég fannst gaman á að sjá hérna í Nýdra, og það er þó nokkuð mikið af gamla svona slóvenska stílnum, gamla byggingastílnum sem var ekki einhvern veginn rutt úr vegi og eyðilagður á tímum kommunismans. En það er ekki mjög mikið af merkjum kommunistatímann og nóg eftir af hinu. En það er óðsmannsæði, algjörlega óðsmannsæði að senda rauðhærðan mann í yfirvigt að þramma upp brekkur í 34 stiga hita og sólskini. Til hvernig dettur þetta í hug? Svo er hérna stytta sem ef mér skjáttast ekki er af Jóhannesi Páli Páfa öðrum. Annarkvæmt honum eða Palpatine. Þó eins ég segja að séu þetta nóg af svona gamla slóvenska fallega byggingastílum, svona glæsilega byggingum, þá er þetta ef maður kíkir aðeins út fyrir svona aðalega ferðamannastæðina, þá sé maður reyndar alveg svona sovjísku blokkirnar sem að þegja á sig yfir útkörinn og gefa Kjarrhólmanum í Kópavoginum bara ekkert eftir. Þetta er búið að voða fínt, nokkur dagar í Nýdra, voða gaman að fengja tækifæri til að koma hérna og vonandi fæ tækifæri til að koma fljótlega aftur. Þangað til þá segi ég bara bless og muni endilega likea og subscribea og þið vitið allt þetta sem maður á alltaf að gera á YouTube sko. Ok, bye!